dag ætlum við að ræða íslenskuna. Er hún í hættu eða er hún bara að þróast eins og öll önnur tungumál? Við segjum sífellt oftar til dæmis þetta make sense eða ég er obsessed eða eitthvað svoleiðis. En er það bara saklaust eða erum við að missa eitthvað mikilvægt? Til að ræða þetta er komin tíminn Guðbjörg Bjarnadóttir, íslenskufræðingur. Ertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hver er Guðbjörg í stuttu máli? Ég er starfað sem kennari við FMF, búin að kenna íslensku í 26 ár. Já. Kennir enda líka jóga, Ok. búin að kenna það í 14 ár. Já. En já, íslenskuna mjög lengi og búin að fylgjast með þróuninni núna í dálítið mörg ár og hitta unga fólkið og reyna að kenna í einhverja íslensku. Bara, já, mér langar kannski að vita af hverju þú fórst í íslensku. Þú veist, af hverju fórstu að læra íslensku? Ég hafði bara alltaf áhuga á íslensku. Mér gekk vel að læra hana. Ég las mikið og já, í framhaldsskóla þá fannst mér bara íslenskan skemmtilegasta fagið og einhvern veginn bara lá beint við að fara að læra íslensku í háskólanum. Og hugsaði alltaf svona, já, ég verður örugglega, þegar þú slítir svona, já, ég verður örugglega íslensku fræðingur þegar ég er stór. Nei, ekki kannski alveg þegar ég var lítil. Okay. Ég held ég hef ætlað að verða íþróttakennari, ég held ég hef eiginlega alltaf ætlað að verða kennari, sko. Já, ok. En ég ætlaði að verða íþróttakennari, en svo breytist það bara íslenskukennari. Já. Þannig að það bara einhvern veginn lá fyrir mér. Og hvað fannst þið svona, mættir í skólan, þú veist, þegar þú byrjar að læra íslensku og varstu bara svona, já, hér bý ég, þú veist, þetta er fyrir mig. Já, Hér eiginlega. og ég heima, Já. hér bý ég. mér fannst það mjög skemmtilegt, sko. Auðvitað mjög skemmtilegir áfangar og allt það. Ég var svona, bókmenntirnar hafa alltaf heitlað mig meira heldur málfræðin, sko. Þannig að mér fannst það skemmtilegustu kúrsarnir í háskólanum. Ok. Já, þannig að námið fannst mér bara mjög skemmtilegt. Kekja. Og hvað gerir íslensku fræðingur, ef svona fyrir utan að kenna? Sko, íslensku fræðingar eru náttúrulega í ýmsum störfum. Starfa þetta hjá forlögum, á auglýsingastofum, sem upplýsingafulltrúar, það er bara alls konar, sko. En ég gerir svo sem ekki mikið meira heldur en að bara kenna. Þetta er náttúrulega, ég er yfirleitt að kenna 150% starfið eða eitthvað. Jesus. Þannig að Af hverju? það er bara einhvern veginn þannig í svona litlum skóla eins og þessum að það er þetta stundum þarf að leysa, þú veist, það eru of margir áfangar en ekki kannski nógu margir til þess að vera með marga kennara. Þannig að þá er svona verið að redda hlutunum, þannig að maður er stundum að vinna smá yfirvinnu. Já. Og já, gegnum árin var ég náttúrulega með stóra fjölskyldu líka til þess að hugsa. Þannig að ég gerði svo sem ekkert mikið meira heldur en bara sinna þessu, sko. Já. Og nema náttúrulega jóga og hugleiðsla hefur verið mikið áhugamál hjá mér lengi líka. Þannig að þetta tvennt. Og áður en við byrjum, þá langar mig að þakka samstarfsaðila þáttarins. Þátturinn er gerður í samstarfi við Vilma Home. Hefur eitthvað kíkt inn á vilmahome.is? Nei. Veistu hvað það er? Mér rámar ég að sé það eitthvað á Instagram. Já. Einhver auglýsingar. Hún er inn á Instagram, sko. Já. En þetta er svona fallegar vandaðar vörur fyrir heimili, Já. fyrir konur, gjafir, eitthvað svoleiðis. Og til dæmis, já, ilmkerti, eldhúsvörur, textíl, alls konar. Svona fallegir hlutir til að gera heimilinu notalegri og bara svona fyrir konur til þess að taka smá tíma fyrir sig og sjálfa sig og setja sjálfa sig í forgang, finna ró, innri frið. Hljóma vel, hljóma mjög vel. Nákvæmlega. Þannig að takk kærlega fyrir stuðningin við þáttinn. En aðal spurningin í þættinum er náttúrulega hvort myndirðu frekar að íslenskan héldist sem allra líkust því sem hún er í dag eða hún þróaðist frjálst með áhrifum frá öðrum tungumálum. Og hvar myndirðu segja að þú standir á í þessum spurningum? Sko, tungumál er náttúrulega lifandi fyrirbæri og þó að íslenskan sé í raun og veru hafa alltaf verið mjög íhaldsum. Við höfum alltaf reynt að búa til ný íslensk orð yfir nýja hluti og ekki alltaf kannski en svona síðustu allavega 150 árin.
þá náttúrulega bara tungumál þannig að það breytist og ég sé í raun og veru ekkert að því. Íslenska þarf ekki að vera eins núna eins og hún var fyrir 100 árum. Það bara ákveðna breytingar á samfélaginu sem eiga sér stað. En það sem ég kannski hræddust við bæði bara umfangið á enskuslettunum í dag orðið svo miklu meira heldur en það var fyrir bara 30 árum, sko. Heyrirðu það mikið í kennslunni? Já, ég heyri það mikið, sko. Mjög mikið. Hvað heyrirðu aðalega sem stingur? Bara þar orðið algengara að krakkar nemendur séu að reyna að tjá sig eitthvað og þau finna ekki íslensku orðinum það sem þau eru að reyna að segja. Það getur bara verið hvað sem einhverjar, kannski við erum að ræða einhver ljóð, það einhverjar tilfinningar eða eitthvað sem í gangi sem við erum að tala og þá komaðu með enska orðið að því mun ekki hvernig orðið á íslensku. Ég man ekki eftir að það hafi gerst mikið fyrir 25 árum, sko. Okay. Þannig að Og hvað heldur þú sé ástæða þess? Ég giska á ástæðan sé kannski aðalega svo að krakkar lesa minna og það sem að þau eru að nota sem afþreyingu bara kannski 90% á ensku. Þannig að enskan verður þeim bara í raun og veru tamari heldur en íslenskan. Þannig að það svona, mér finnst það svolítið hættuleg þróun. Ég svona orðin pínu smeyk núna hvað íslenskan verður eftir 50 ár eða 100 ár. Sko, nú ætlum við að fara í liði sem heitir sammála eða ósammála og þú bara svarar og síðan útskýrir ef þú vilt útskýra eitthvað frekar. Ok. Þú ert nú eiginlega búin að svara þessu, íslenskan í hættu. Ensk sletti orð eru að eyðileggja íslenskuna. Já, þau eru orðin of mörg, það er orðið of mikið af. Áður fyrir var ég svolítið þannig að einstaka ensku sletti leiti ekki á það sem eitthvað hættulegt en maður hafði orðaforðan líka á íslensku. Já. En mér finnst það orðið hættulegt þegar þú finnur ekki orðin á íslensku og notar frekar ensku slettuna. Við eigum alltaf að nota íslensku orð ef þau eru til. Já. Það allt í lagi að segja make sense. Já, ef að það bara eitthvað svona sem maður gerir í hófi. Já, ef það make sense, þá make sense. Ég myndi ekkert alveg dæma það eitthvað mjög hart, sko. Ok, það gott að því segja mjög mikið. Ungt fólk talar verri íslensku en eldri kynslóðir. Já, ég myndi segja það. Það hlýtur nú að vera. Það bara bæði mun fátæklegri orðaforði og eins og ég segi enn og aftur bara að leita frekar að enskum orðum heldur en íslenskum til þess að tjá sig. Mér finnst það svona hættumerki. Nýyrði eru nauðsynleg. Já, sammála því. Já. Er eitthvað svona nýyrði sem þið dettur í hug núna sem að þið finnst skemmtilegt? Þetta mér örugglega ekkert í hug, sko. Það endalaust bara verið að búa til orð yfir alla þessa hluti sem við erum að nota bara í tæknimálum og öllu því, sko. Margmiðlun, skjátími, snjallsími, bara allt þetta sem við erum að nota. Mér finnst þetta bara mörg af þessum orðum bara mjög fín og góð og gild, sko. Þannig að þetta hefnast ekki alveg alltaf. Nei. Stundum, það til flatbaka en við segjum öll pizza. Já. Þannig að, en mér finnst alveg að halda því að búa til nýja orði við hlutina. Já, finnst þér að finna eitthvað annað orð yfir pizza eða? Sko, ég held eiginlega að pizza sé bara orðið það sem maður kalla tökuorð. Við erum búin að aðlaga það bara að íslenskunni. Já. Hér er pizza en pizzu, við beigjum það bara eins og það sé íslenskt orð. Einmitt. Þannig að flatbaka bara of langt. Já. Samfélagsmiðlar hafa meiri áhrif á íslenskuna en skólinn. Já, þarna ertu með svolítið góðan punkt, sko. Já, ég hallast að því, sko. Já. Ég meina, fólk kannski að nota samfélagsmiðla í 8 tíma á dag, sem hvað maður lengi í skóla á dag? 8 tíma? Já, mestalagi, sko. Maður ekki íslensku allan tíman? Nei, alls ekki. Maður kannski ekki að passa sig allan tíman að tala rétta íslensku. Nei, já, ég myndi halda að samfélagsmiðlar hefði mjög mikil áhrif, sko. Já. Og hann það mest megnis á ensku. Já. Eða allavega hjá mér. Já. Gervigreind, eða sænsku reyndur mér, ég er búin að breyta. Gervigreind getur hjálpað íslenskunni að lifa af.
Já, það mögulega ef við notum hana rétt. Já. Það möguleiki. Mm. Hún svo sem alltaf að verða betri og betri í íslensku. Veistu eitthvað, nú heyrði maður eitthvað það að forsetinn hafi beðið, Guðni forsetinn minni mig, hafi beðið farið eitthvað fund varðandi það að færa, búa til einhvers konar gervigreind eða færa gervigreindar, ég veit ekki eins og hvernig ég á að orða þetta. Það var eitthvað með gervigreind og íslensku. Já, það voru gerðir einhverju samningar það, sko. Já. Og veistu hvort að það hafi eitthvað... Mér minnir að það hafi verið gerður einhver samningur, sko. Já, og þá... Bara það að hún, já, einhvern veginn bara þróa íslenskuna sem gervigreindar mál. Já, það ekki? Jú, ég held að það sé svoleiðis. Já. En sko, þegar við segjum að íslenska sé í hættu, hvað meinum við með því? Þá meinum við kannski bara svolítið að ef að breytingarnar verða of miklar og fara kannski yfir einhver ákveðin mörk og fólk hættir bara að geta lesið venjulegar skáldsögur eða bækur eða kennslubækur, það verður kannski bara minnihlutinn sem getur lesið, þá verður svona rof í samfélaginu, þá verður ekki allir með sama aðgang að upplýsingum og þar af leiðandi ekki eins færir að mynda sér skoðan af hlutunum og hafa gagnrýna hugsun, skilurðu? Ef að upplýsingarnar verða bara ekki lengur aðgengilegar nema kannski einhverjum þröngum hópi sem að getur skilið og talað íslensku. Það alltaf erfitt að spá fyrir hvað getur gerst, en mér finnst allavega staðan vera orðið núna þannig að maður svona hefur alveg áhyggjur. Eða? Já. En ef við hugsum svona tilbaka, að því nú hefur, náttúrulega við erum á eyju sem hefur kannski í gegnum, ef við horfum á söguna, verið frekar einangruð og þess vegna kannski hefur við haldið íslenskuna svona vel þangað til núna kannski. En ef við horfum svona aðeins styttra en bara eitthvað víkingaöldin og horfum á þegar dönsku kaupmennirnir voru hérna og fólk var hrætt að við myndum fara bara að missa íslenskuna og fara bara að tala dönsku. Finnst þér, getum við borið þetta eitthvað saman eða erum við komið það langt frá þessu að það er miklu hættulegra í dag út af símanótkun og tölvunótkun og... Já, mér finnst við vera komin aðeins lengra, sko. Já. Við gátum í raun og veru snúið þessu við þá, bara með því sem að kallast hrein tungustefna. Það var bara tekin meðvituð ákvörðun að ok, nú ætlum við bara að fara tilbaka, gera tungumálið aftur eins og það var og bara búa til íslensku orði yfir alla þessa hluti sem við erum að segja á dönsku. Hvað vorum við að segja á dönsku? Það var alls konar. Þetta er náttúrulega svolítið fyrir mína tíð. Ég hef lesið þetta í bókum. En það var bara alls konar, bara svona venjulegi hlutir inn á heimilum og svona höfðu eitthvað svona dönsk nöfn. Já, einmitt. Ég kann ekki alveg að nefna það, sko. Ég með eitthvað dæmi í einhverju kennslubók sem líka einhverju bréfi. Og þá bara annarkvært orð einhver svona danska, sko. Já, ok. Það bara mjög skrítið að sjá það. Já. En það tókst bara alveg einhvern veginn að snúið sér við. Já. Ég veit ekki, kannski væri hægt að gera það í dag, við myndum bara öll leggjast á eitt með það, ég veit það ekki, en mér finnst þetta svona vera komið skrefinu lengra heldur en var þarna. Já. Þetta orðið flóknara, einhvern veginn. Já. Já. En ef við förum í nýyrði, af hverju búum við til nýyrði? Nýyrði hafa þann kost mörg að þau eru svona það sem heitir gegnsæ. Þau skýra sig sjálf. Já. Skilurðu, eins og bara skjátími, skjár og tími. Þú veist alveg hvað þetta merkir, þú sérð í gegnum merkinguna. Þannig að með því að búa til svona ný orð sem eru búin til af íslenskum stofnum, þá allavega hugsunin svo að við getum auðveldlega skilið það sem við verið að segja. Þannig að en ef þetta er tökuorð eða bara sletta, þá sérst það kannski ekki á orðinu sjálfu hvað það merkir. Þannig að
held að það sé svona pælingin. En aftur að tækninni, Mhm. hvað heldur að gerist ef að við hættum öll að nota tækni? Og bara það væri ekki lengur til samfélagsmiðlar Já. og eitthvað. Bara núna. Heldur að það myndi hafa áhrif á máli? Já, ég hugsa myndi mögulega hjálpa. Ef okkur færi bara öllum að leiðast, þá færum við að taka bækurnar aftur úr hillunum og færum bara að lesa Já, og bara allar bækur sem myndum finna, gamlar og nýjar, það myndi vantilega endurnýja orðaforðan og breyta aðeins stöðunni. Því að, já. hvað finnst þér svona venjulegt orð sem að þið finnst, að því nú ertu kennari, sem þið finnst nemenduðin ekki skilja í dag? Sem að þið fannst vera svona venjulegt orð? Ég bara er alltaf að lenda í þessu, sko. Það? Já, það er ótrúlegasta orð sem að þau skilja ekki, sko. Nú er ég sko ég er að kenna, ég er móðurmálskennari Já, í íslensku, Já. í Svíþjóð. já, Og þá þú veist, það er einhvern veginn svona, þá er maður svona, já, þú veist, auðvitað vita ekki hvað þetta þýðir. mhm, Þú veist, því að þetta heitir eitthvað svona á sænsku og eitthvað svona. En mér Já. finnst svona ótrúlega stundum að heita íslenska krakka já, og heyra hvað þau Já. skilja ekki, sko. Það er mjög áhuga. já, þú veist, það eru bara ótrúlegasta orð, sko. Það getur verið eitthvað bara orsök, afleiðing, Já, dettur í eitthvað svoleiðis, Já. svona, já, mér finnst ég lendi í þessu bara eiginlega í hverri viku, að ég er að Já. nota einhver orð sem að þau skilja ekki eða það er á einhverju verkefni einhver orð sem þau skilja ekki en samt er maður auðvitað meðvitað að reyna að nota eins einfalt mál eins og maður getur, sko. já, Þannig að, en já, það sem er samt alveg, ótrúlega fyndið að vera eitthvað svona, já, nú þarf ég að passa mig að já, tala auðvelt. já, það er svolítið svoleiðis, sko, og bara, þú veist, eins og í verkefnalýsingum og svona, þá nota ég ekki sömu orð núna og ég gerði fyrir 20 árum. Í alvörunni. Nei, ég passa mig alveg á því að nota ekki flókin orð sem ég hefði notað þá, sko. Veistu það, ég var að hugsa núna áðan þegar ég var að segja nýyrði. Já, Það var að hugsa, ætli einhverju krakkar viti ekki hvað það þýðir. örglega ekki, sko, ekki nema það sé útskýrt. Við lærum náttúrulega þú veist, við lærum málsögu, þannig að ég útskýri hvað er nýyrði Já, og auðvitað á það orð að vera lýsandi, nýyrði, nýtt orð, já, þú veist, en ég sem myndi ekkert skilja það ef þið ekki séð það áður, sko. nei, Nei, ég varst það. nei, já, hvað hvort, ef við fyrir í næsta, nú er ég búin með satt ásatt, nei, sammála, ef við fyrir í hvort myndir frekar, hefur þú farið í þann leik? Ég man það ekki. Nei, ok. Ég held ekki. Skemmtilegt. Hvort myndir þú frekar, og þá verður að segja annarkvort, Ok, það er sérst reglan, ok. hvort myndir frekar banna öll ensk slettiorð eða banna öll nýyrði? Banna öll ensk slett orð. Hvað finnst þið versta slettiorði? Ég man það ekki, sko. Það er bara stundum kom einhver slettur í tísku og eru algjörlega ofnotaðar. Já. Ég man ekki eftir neinu akkurat í augnumlíkinu. Það er bara, já. Nei. Ok, hvort myndir frekar tala bara forn íslensku í viku eða bara ensku í viku? Það væri nú gaman að tala forníslensku í viku, sko. Já. Ég væri nú bara aðeins meiri húmor í því, held ég. Já. Já. Hvaða forn íslenska orð saknarðu? Sko, forníslenska er í raun og veru í grunninn bara mjög svipuð íslensku í nútímanum, nema orðaforðin er öðruvísi. Já. Og reyndar ef við förum mjög aftarlega þá er framburðurinn líka svolítið öðruvísi. Þannig að ég myndi sennilega lendi í vandræðum ef ég myndi hitta bara Gretti hérna út í Drangey og fara að reyna að tala við hann, sko. Hann myndi ekki skilja mig og ég ekki hann. En ég geti lesið það sem hann myndi skrifa og hann geti skilið það sem ég myndi skrifa. Já, ok. Þú veist, lesmálið er eiginlega alveg eins. Ok. En talmálið er svolítið ólíkt, sko. Hver er munurinn? Það er bara framburður á sumum hljóðum var öðruvísi í fornmáli heldur en er núna eins og sérhljóðum. Til dæmis eins og það sem við segjum núna sem á var bara langt a. Það? Og það sem við segjum núna skrifum a-u og segjum au, Já. það var á. What? Þannig Þannig ég myndi heita
Asthildur. Já, nákvæmlega. Ok. Þannig að svona, já, maður myndi alveg lenda í smá brasi, sko. Og auður væri áður. Já. Og áður væri aður. Vá, en fyndið. Nei, ég meina, fyndið. Já, nákvæmlega. Ok. Já, en það væri húmor að reyna að tala fórn íslensku. Já, ég væri til, já. Finnum, skemmtilegt. Hvort myndir frekar missa öll tækniorð eða missa öll tilfinningaorð? Já, ég er svo hljótin að vera mikilvægar bara fyrir lífið að geta nota tilfinningaorðin. Við getum sleppt tækninni, en það væri erfitt að sleppa hinu, held ég. Ok, hvort myndur þú tala fullkomna íslensku eða enga ensku, fullkomna íslensku en enga ensku eða öfugt? Þannig að fullkomna ensku en enga íslensku. Fullkomna íslensku. Ég held þessi frekar augljóst, kannski. Já, ok. Sko, svo koma nokkrar spurningar frá hlustendum. Af hverju segjum við tölva en ekki eitthvað sem nálægt kompjúter? Já, tölva held ég bara, það var bara í raun og veru búið til í sama anda og orðið völva. Já. Völva var semst spákona í gamla daga, eins og í Völuspá. Já. Og ég held að hugmyndin með orðinu tölva hafi bara verið að kallast svolítið á við það. Eitthvað svona tölur. Já, tölur og kannski hefur hugsunin líka verið einhvers konar svona svolítið galdratæki eins og galdrakonan völvan var. Ég veit samt ekki nákvæmlega hver rökin voru fyrir því, sko. En þetta bara sama hugsun að búa til bara íslenskt nýtt orð í staðin fyrir að nota tökuorð. Já. Einhver svona ensk orð sem þú notar sem íslensk orð í daglegu tali? Svona slettur eitthvað? Já, ég sletti alveg stundum, sko. Ég myndi alveg geta sagt make a sense. Já, make a sense. Já. Ég myndi ekki gera kannski kennslustund. Make a nice. Já. En kannski heima hjá mér, sko. Ég geri það alveg. Og svona eins og ég sagði áðan, framan af fannst mér einhvern veginn ekkert hættulegt að sletta á og til ef maður hafði góðan orðaforða á íslensku í grunninn, sko. Já. Þannig að það bara spurning jafnvægi. Já, en það spurning þá, þú veist, af hverju sum ensk orð eru samþykkt en ekki önnur? Og hvaða orð myndur þú segja væru samþykkt af samfélaginu? Og þú nefndir á hann eins og pizza. Hvaða önnur orð eru samþykkt? Sko, það fer nú svolítið eftir hópum, svona hvað samþykkt. Orð til dæmis eins og balans, staðan fyrir jafnvægi, maður heyrir það mjög oft. Já, það? Já, þú veist, það getur verið balans á hinn og þessu, einhverju svona sem fólk að gera. Já. Þú veist, eða einhver ekki í balans. Já. Svo hef ég nú tekið eftir líka eins og með, því að heimsmeistarakeppnin í fótbolta í gangi. Já. Að það oft svona einhverjir í settinu sem að tjá sig fótboltan og þeir eru misduglegir að tala íslensku eða sletta ensku. Og stundum þeir reyndar alveg að nota orð sem maður bara skilur ekki, sko. Já. En þá fréttamaðurinn yfirleitt að reyna að þýða. Þannig að ég held að sé alveg slatt af orðum sem við notum mikið, sko. Já. Já, það bara, þú veist, já. Ég man ekki eftir fleirum akkurat augnablikinu. Nei, maður eitthvað svona dettur ekki alveg í hug. Headphone, kannski, til dæmis. Já. Mikrofón, staðan fyrir hljóðnemi. Já. Þú veist. Vá, ok, ég hef ekki maður það. Mikrofón. Já. Já, en ég var að tala við ungan mann í dag. Já. Og hann var að segja mig það að hann vinnur fyrir Landhelgisgæsluna. Ok. Og hann var að segja mig það að hann var að læra hvað heitir þetta nú aftur? Skipstjórn. Já, eitthvað svoleiðis. Nú, ég vona að sé ekki að hlusta og sé bara nei, átti að segja við. Ok. Ok, allavega. En hann var allan að læra og fór að vinna fyrir Landhelgisgæsluna sem svona skipstjóramaður, eitthvað svona, ekki skipstjórinn, heldur stýrimaður, takk fyrir, já, það var orðið sem ég leti. Hann var að vinna sem stýrimaður og allt sem hann segir
sem tengist eitthvað svona þyrlan kemur niður, hvað heitir það, gæinn hann í bandinu sem að bjargar öllum, hann kemur niður, bla bla bla, eitthvað svona allt sem tengist þessu, er sagt á ensku og þeim kennt þetta á ensku. Já, ok. Þannig að það bara allt sem segir og ég spurði hann, en eru útlendingar þá að vinna við þetta, er þetta bara Íslendingar? Þannig að það eru bara Íslendingar að vinna þarna. Já. Sem tala íslensku. En við samt segjum þetta alltaf á ensku og ég spurði hann, já, kemur þetta þá kannski frá hermönnum í stríðinu, sem að voru þeir að kenna tengt landhelgisgæslunni þetta þróa svona, hann bara já, ég held að það hafi gert svoleiðis og þess vegna tala allir ensku. Og ég sagði, það er nú ekki alveg nógu gott. Hverju eru Íslendingar að tala ensku í vinnunni? Ægilegt. En svo sagði mér að það er samt frekar svona hentugt, af því þetta er mjög stressandi vinna og þú veist að það er lífháski og lífhættu húfi og allt þetta. Og hann sagði svo gott þegar við erum á æfingum og allt svona, að þegar við notum ensku, þá þýðir það að það er eitthvað sem tengist vinnunni og er mikilvægt og þarf að gerast núna. Já. Þannig að heilinn tengir enskuna við það. Og svo getum við sagt bara, heyrðu, það er gott veður í dag og íslensku, skilur við. Og þú veist bara eitthvað svona, there's a man going down, blah, blah, blah. Og svo bara, heyrðu, já, nefnir rétt með eitt keks. Þú veist, þá veit sá sem er að hlusta í talstöðinni og þú veist að tala um vinnuna og þá þarf að, þú veist að hlusta. Já. Mér finnst það svolítið sniðugt. Já. Þannig að gæti alveg svona, af því að ég var að lesa, þú veist, fólk er kannski hrætt að ákveðna stéttir detti í ensku og verði bara alveg ensk og ég fór að hugsa að því ég sótti í sálfræði í haust og ég heyrði að það væri í 90% enska kennt, þú veist, bara bækur á ensku, kennt á ensku og ég hafði ykkur áhyggjur af þessu ekki það, þú veist, auðvitað bara gaman að læra tungu, eða skilur auðvitað kannar ensku og svona, en mann langar að halda í íslenskuna og kannski sérstaklega eins og fyrir mig allavega eftir ég vann í sjónvarpi að þá einu sinni fór ég í viðtal og ég var að taka viðtal við mann og hann er eitthvað að tala um eitthvað og við einmitt vorum í jógastellingunni svona lótustellingunni og við sitjum eitthvað og erum að spjalla og hann er eitthvað að segja mig frá hans, hvað hann gerir og eitthvað svona svo segir hann eitthvað svona, já, endrum og eins ger ég þetta eitthvað og ég segi bara, hvað segirðu? Hvað segirðu? Endrum og eins? Og ég segi, já, hvað minnur endrum og eins, hvað? Hann segi, ég bara nefn svona endrum og sinnum og ég segi, hvað segirðu? Endrum og hvað? Og þá hafði ég ekki hugmynd hvað þetta þýddi endrum og eins, endrum og sinnum, aldrei heist þetta ef þú veist, ekki svo ég viti og við vorum í hláturskasti og hann fannst að vera nýraður að ég vissi ekki hvað hann var að segja því að 22 ára eða eitthvað og skildi ekki neitt og ég og tökumaðurinn minn í hláturskasti yfir svo þannig að við byggum til lista í símanum okkar yfir öll orðin sem við vissum ekki og þekktum ekki og mér langar eiginlega að pína að lesa fyrir þennan lista og heyra hvort að þú viti hvað eitthvað þessu er og heyra hvort að þið hlustendur vitið hvað við erum að tala Ertu til í það? Ok, og þannig að það er síminn minn. Já, ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að mér finnst íslenska orðin svona spennandi. Að því ég fór svona mikið að pæla í og þori meira að spyrja ef ég skil ekki. Það er ótrúlega mikilvægt að þora að spyrja. Já, algjörlega. Þannig ég er með hérna lista í símanum mínum sem heitir orð. Byrjar hérna endrum Já. Og ég ætla að fá því til þess að útskýra kannski. Hvað það þýðir. Endrum og eins? Já. Já, bara eitthvað sem maður gerir á til eða stundum. Já. Stópult. Líka eitthvað sem maður gerir bara svona á til. Já. Vöndunarmaður. Vöndunarmaður? Hefur ekki heyrt það? Nei. Frábært. Það hef ég ekki heyrt. Það þýðir að vera hálfviti. Já, ok. Vöndunarmaður á stangli. Aftur eitthvað sem gerist á stangli eða bara svona eitthvað sem er á og til eða, ekki á mörgum stöðum. Einmitt. Á öndverðum meiði. Það er að vera ósammála. Já, ég hafði ekki hugmynd hvað það var, en nú notaði ég þetta mjög dæmt. Okay. Að þreyja þorrann. Það er bara svona komast í gegnum eitthvað sem er erfitt. Já, að þrauka. Að þrauka, já. Akkur, hvað
Þetta var væntanlega sko upphaflega komið frá því til að þorrinn var, sem náttúrulega yfir hávetur. Það var þetta svona bara komast í gegnum það tímabil þegar það var kannski lítið að mat og kalt í veðri og að þreyja þorrann, komast í gegnum það. Svo verður þetta bara svona yfirfæri merking að gera eitthvað sem erfitt, komast í gegnum eitthvað sem erfitt. Já, en ég hef nú ekki heyrt mikið talað að þreyja neitt. Nei, þetta bara í þessu samhengi, sko. Nú, jæja. Já, ég held það. Allavega eiginlega bara alltaf notað í þessu samhengi. Já, ok. Að þreyja þorrann. Ok, fyndið. Skraddari. Það klæðskeri. Já. Káeta. Það í skipi. Já, herbergi á skipi. Og svo ég líka með bakborð og stjórnborði. Einhvern tímann, hann var einhver að tala um káet og ég skildi ekki neitt og þá fór hann að eitthvað útskýra of mikið. Og lúkkar og eitthvað. Skítmenni, það eitt af uppáhaldsorðunum mínum. Skítmenni. Það bara einhver skítall. Já. Með vondum maður eða eitthvað. Og forréttindasjalar. Ég líka nota það mjög dátt. Forréttindasjalar? Já. Já, það einhverju svona ríkissjálfstæðismenn. Já, ég má segja. Að kunna fótum sínum forráð. Já, það bara svona, fara sér ekki að voða eða að vera varkár. Hrasa ekki. Já. Og líka hægt að segja að vera hagsýn, svona bjarga sér eitthvað. Já. Forráð samt. Hvað það? Það bara vantarlega forráð svona að vera með eitthvað svona skipulag sem þú fylgir. Eitthvað sem fyrirfram ráðið eða ákveðið. Forráð. Já, auðvitað. Forsjál. Það að hugsa fram í tíman. Einmitt. Voveiflega. Það eitthvað svona skelfilegt eða hættulegt. Voveiflega finnst mér líka skemmtilegt. Já, þetta svolítið flott orð. Voveiflega. Þetta gerðum svolítið voveiflega. Já. Kynna sér það? Já. Að skurgla. Það þekki ég ekki. Nei, það að hræra með hendinni. Skurgla? Ok. Árisull. Það að fara snemma fætur. Ertu það? Ertu árisull? Já, Segir það þá? Ég það. Árisull, já. Árisull, já. Notarðu þetta orð mikið? Ekki mikið, en ég gæti alveg sagt það, sko. Já? Já, ég gæti alveg notað í einhverju samhengi. Já? Ég væri vanalega árisull. Já? En rúmrusk? Já, bara trufla eitthvað eða vekja eitthvað sem sofandi. Já, svona ónæða. Já. Þetta rosa, R-in, ég ekki mikið að nota þetta, ég nota mikið R upp á síðkasti í Svíþjóð, þannig að þau eru meira í R-inu. Já. En dræm. Dræm? Það bara svona eins og, eða dræm þáttaka í einhverju, þá lítil þáttaka. Já. Og uppáhaldsorðið mitt, öngþveiti. Það bara það sem allt í rugli, það sem bara ekkert skipulega á neinu eða... Finnst þið fólk ekki nota kaos mikið? Jú. Ég var alveg að fara að segja kaos. Já, en það ekki? Jú. Það eitthvað svona eins og pizza. Já, það komið svolítið bara inn í orðið, inn í máli segi ég. Já. Kaos. Mér finnst það. En öngþveiti skal það vera? Já, bara gaman að eiga bæði. Já. Geta skiptum. Einmitt. Svo eitt skemmtilegt. Við rættum þetta svolítið mikið í saumaklúbbnum mínum. Ok. Sængurkona. Já, það ekki bara kona sem nýbúin að eignast barn og bara að liggja og hvíla sig eftir passburð? Jú, en það náttúrulega hljómar ekki eins og það. Nei. Sængurkona. Sængurkona? Ég meina, ef það ekki, hvað heitir það? Hóra eða eitthvað svona kona sem sefur mikið hjá. Já. Sængurkona, þetta hljómar bara þannig. Já, nei, ég hef aldrei túlkað þannig, sko. Ég ætla bara að veit hvað það merkir. Já. Sængurkona, já. Svínslegur. Það bara eitthvað sem svona ósangjarn eða vondur við einhvern. Já. Kemur illa fram. Já. Já, ég geti farið, ég með alveg bara mjög mikið þarna. En búsamikil eitt annað sem finnst skemmtilegt. Búsamikil? Já. Nei, búsmamikil meina ég. Já, það myndi sennilega geti verið kona með stór brjóst. Búsmamikil? Já, bosmamikil. Ég skrifaði feit. Já, kannski það bara feit, ég veit það ekki alveg. Búsmamikil. Ég held að það væri, já, það getur vel verið. Já. Og þáþrá finnst mér líka skemmtilegt. Þáþrá? Já. Það ekki bara svona þrá fortíðina? Jú, nostalgía svona. Nostalgía. Já, kannski þetta úr þættinum íslenska þættinum á RÚV.
sem man alltaf ekki hvað heitir. Spurningaleikurinn, Já. kappsmál. Kappsmál, Já, horfðu á það? Já, ég horfði stundum á hann er alveg skemmtilegur. Já, finnst þetta ekki? Jú. Finnst það mjög skemmtilegt. Kannski að, ég held að hafa búið þetta til þar, þá. Já, Og líka hérna þangarhríð. Mér finnst það líka skemmtilegt. já, það er flott orð. Svo í staðinn fyrir brainstorm. Já, það er líka Þangarhríð. þangarhríða líka til hugstormun. Hugstorm. Já, en mér finnst þangarhríð líka mjög flott. Já. Þangi er alltaf bara hugsun og bara Einmitt. hugsanir sem að snjóa niður. Já, mér finnst það skemmtilegt. Mhm. Já, og snubbótt og hnausþykkur og já. En er eitthvað svona, er einhver svona orð sem að þú heldur mikið upp á? Einhver svona íslensk orð sem þú nota mikið sem að þú veist svona smá inn í þér að fólk veit ekkert eiginlega hvað það þýðir? Örugglega, sko. Ég man ekki eftir neinu í fljótu bragði. Nei. Það kannski bara líka, þegar maður búin að vera kennari í svona mörg ár og maður er meðvitaður að vera ekki að nota of flókin orð, þá kannski fer maður sjálfur að nota aðeins einfaldara mál. Já, ok. Gæti verið. Já. Og maður vill kannski ekki hljóma eins og einhver Steingervingur. Já, nákvæmlega. Já, ég skil það. Nákvæmlega, þannig að maður maður fylgir auðvitað bara svolítið svona tíðarandanum, sko. Já. Hvernig ert þú á því að, sko, leiðrétta fólk? Sko, það hefur alveg þróast svolítið hjá mér. Ég hef heyrt sögur af því að bara sem krakki, þá var ég að leiðrétta aðra krakka sem að töluðu ekki alveg nógu skýrt eða beygðu vitlaust eða eitthvað. Já. Og mig grunar að börnin mín myndu segja að ég hafa alveg eitthvað verið að leiðrétta þau, sko. Já, það. En svo hef ég einhvern veginn bara eftir því sem ég svona eldist og þróskaðist að þá fór ég að hugsa að það má allavega ekki vera mikið, skilur. Maður vill frekar að hvort sem það er ungt fólk eða aðrir að fólk tjái sig. Já. Og á þess að vera hrætt við að segja eitthvað vitlaust, skilur. Þannig að ég svona allavega meðan fólk að tala bara og tjá sig, þá ég ekkert að býta þetta að beygja þetta svona eða eins eginn, skilur. Ég myndi kannski leiðrétta ef ég væri með nemanda og hann væri að skrifa eitthvað vitlaust, þá myndi ég alltaf gera það, sko. Já. En svona almennt í töluðu máli er ég ekki að leiðrétta fólk. Mér finnst það bara leiðilegt, sko. Ég held að skil ekki neinu, eða kannski í einstaka tilfellum, getur maður útskýrt eitthvað, en allavega ekki kannski svona eins og með bara einhverjum ranga beygingu eða eitthvað svoleiðis. Ég held ég ekki fara að setja út að neitt þannig. Nei, og ekki ef einhver segir ég vill eða eitthvað svoleiðis kannski. Nei, það væri frekar ef einhver væri að skrifa það. Já. Að mér finnst að fólk eigi kannski að vanda sig aðeins meira þegar það er að skrifa. Já. Og almennt reynda að gera nemendur það, sko. Nemendur skrifa meira rétt heldur en þeir tala. Já, ok. Þannig að, fólk bara einhvern veginn meðvitað það að þegar maður að skrifa þá maður aðeins formlegri heldur en þegar maður að tala. Já. Alveg sem maður slettir miklu meira í töluðu máli heldur en þegar maður að skrifa. Já. Þannig að. En sko, já, það samt aftur, kannski öðruvísi samt líka hvar maður að skrifa. Að þegar þú ert að skrifa inn á Snapchat. Já, vissulega. Þá skrifar þú kannski NVM fyrir Nevermind. Já. Og on my way og tvöfaldvaf. Já. Og hvað annað, NN fyrir nenni. Já. Og EH fyrir eitthvað. Já. Og eitthvað svona. Já, nákvæmlega. Þú ert kannski ekki að landa mikið í því að Nei, ég reyndi að skrifa yfir bara öll orðin og ég mjög lengi að senda öll skilaboð. Þannig að ég vil frekar bara taka upp síman og ringja. Að þið út svo mikið að passa að skrifa. Já, bæði það og líka svo ég bara lengi. Skilur, ég ekki hérna. Já. Eins og yngri kynslóðin. Já, það bara einn putti, skilur. Það bara einn putti í einu? Já. Jæja. Það mjög miðaldra. Það það, en það ég miðaldra. Mjög gott samt, já. Ég svona, já. Ok, þannig þú, en voice message, talskilaboð. Ekki því? Nei, ég frekar lítið í því, sko. Börnin mín alveg stundum að senda mér svona talskilaboð. Stundum reyndar svara ég kannski tilbaka svoleiðis, en oftast ringi ég frekar bara, og ég ringi bara ofta Messenger, bara myndsímtal. Já. Mér finnst það bara skemmtilegast. Það getur bara að séð fólk að tala við það. Já. Það skemmtilegt. Já. Og ekki gæti fólk ímyndið sér að það myndi vera hægt. Nei,
Það svolítið auðveldara núna að vera með fólki í ólíkum löndum og ólíkum stöðum og Einmitt. getur bara að tala við það hvenær sem þú vilt. Já. Heyrðu eitthvað því þú varst að segja mér að dóttirin býr í útlöndum og búið í 1 ár. Heyrðu hann eitthvað tala íslensku eitthvað öðruvísi? Nei, reyndar ekki. Nei? Nei, hún svo sem ekki búin að koma sér alveg inn í dönskuna. Nei, ok. Þannig að hún talar reyndar bara fína íslensku. Jæja, það er gott. Ég voni ég geti sagt það sama. Ég vaknaði reyndar í nótt kl. 3 til þess að fara á flugvöllinn. Okay. Og ég var næstuð því búin að segja á sænsku, spurja unnusta minn hvort að við ættum sokka uppi á sænsku. Og ég bara aldrei lent í þessu. Ég var bara svo sjúklega þreytt og ég var búin að tala sænsku í marga dæru allan daginn í vinnunni. Og þá kom þetta bara næstu á sænsku. Þannig þannig smá að hafa áhyggjur af sjálfur mér bara. Hvort maður Nei, en ég held samt að það gerist ekki. Nei, það er spurning. Hvað búin að vera í 1 ár? Nei, ekki einu sem það. Flytti í október. En ég er ekki búin að tala, ég er bara búin að tala sænsku í svona samtals 3 vikur. Ég veit ekki alveg hvað þetta var. Nei. Þetta bara eitthvað. Sló saman bara eitthvað í heilanum. Já, og ég er búin að segja svo ótrúlega oft, ég er búin að tala strúmpa svo ótrúlega oft við gamla fólk. Já. Þannig að, svona þetta bara. En hvað veistu orðið kósí? Ég nota það alveg, sko. Já, frekar notalegt. Já, eða bara bæði, en ég nota oft orðið kósí og það er eiginlega orðið svona tökuorð, bara þá að skrifa náttúrulega bara K-O-S-Y-I. Já, einmitt. Skilur það er bara eitt af þeim orðum, sko. Já. Það er bara svolítið krúttlegt orð. Það er svolítið krúttlegt. Það er svona, það segir eitthvað pínu meira heldur en notalegt. Já, er það samt? Ég veit það ekki. Notalegt. Hvað kemur það? Notalegt. Kósí getur held ég merkt aðeins fleira heldur en notalegt kannski. Ok, útskýrðu. Þú veist, þú getur lýst, þetta getur við kannski í flestum tilfellum nota, eins og þú getur lýst stað, herbyggi sem kósí. Já. Og það er ákveðið mýkt, þú sér fyrir eitthvað svona mjúka púða og þægilegt eitthvað, en auðvitað notalegt er svo sem alveg, kannski nærið alveg utan þetta, sko. Notalegt. Kemur þetta út frá því að nota? Já, væntanlega bara nýtilegt, notalegt, það er bara sama orðið, sko. Það er fyrir furðulegt, að maður noti það við kósí. Já, þess vegna held ég að sé ekki svona, er ekki nákvæmlega sama merkingin. Nei, við þurfum eitthvað annað orð. Já. Kannski, eða hvað? Þurfum eitthvað nýjirði? Kannski til eitthvað annað orð líka sem að er hlýlegt. Já, hlýlegt er kannski betra ef við kósí. Já, getur verið. Hlýlegt, já. Og það er eiginlega að nota það meira. Hlýlegt. Nú kemur náttúrulega spurning. Hvernig tryggjum við að íslenskan eigi sér framtíð í þessum stafræna heimi sem við erum alltaf að tala um? Það er náttúrulega í fyrsta lagi með því að vera með sem mest af orðunum á íslensku, tæknilegum orðum og bara öllu því sem tengist þessu. En svo er það kannski líka bara að reyna að styrkja grunninn í íslenskunni, þannig að þó svo að við séum kannski með eitthvað í stafræna heiminum á ensku eða öðrum tungumálum, að þá sé grunnurinn í íslenskunni bara það góður að hann sé ekki í hættu út af því. Og það þarf að gera fullt af hlutum, það þarf að búa til meira námsefni, það þarf bara einhvern veginn að fá fólk til þess að lesa meira, unga fólki til þess að lesa meira, krakkana. Ok, lesa meira þá bækur? Já, bara lesa bækur, af því að þær styrkja svo mikið orðaforðan. Ef þú ert að lesa kannski, ég veit ekki, þú veist, 2 bækur í mánuði, kannski 20 bækur á ári, þá ertu alveg að fá hellings orðaforða og það verður bara svona einhvern veginn partur af hugsuninni. En ef að sá grunnur er mjög veikur, þá verður hitt miklu hættulegra. Já. Hvað finnst þér svona hvatapeninga til áhrifavalda? Til þess að tala rétta íslensku og skrifa rétta íslensku? Hvatapeninga sem hver ætti þá að borga? Ríkið. Ég er bara komið með random, hvernig þeim var random íslensku? Þarna kemur eitt.
random vantarlega tilvílunarkennt. Já, það er svo langt. Svolítið langt. Já, tilviljunarkennt, nú var ekki sem ég var að segja. Já, tilviljunarkennt spurningin. hugmynd. Já, Jú. já, já. Hérna bara, þú veist, að því ég fór að hugsa, hvað getur maður gert sem að sko, að því að eins og segir, það er einhvern veginn erfiðara því að athyglisspannið hjá ungu fólki er miklu, og eldra fólki, bara öllu fólki, er miklu minna í dag. Já. Og þú veist, ég skal giska það að fólk sé ekki, sem er að hlusta á podcastið eða hlaðvarpið, sé ekki að bara sitja niðri og gera ekki neitt. Skal veða við að 90% af þessu fólki er að þrífa eða að ígöngutúr eða í hjóla eða ég veit ekki hvað það gera en ég endilega sendi inn hvað þið eru að gera. En hérna, þú veist, þannig að ég svona velti fyrir mig hvort að það sé hvað segja, gamaldags hugsun að, eða svo úrelt kannski, að halda að við getum hvatt ungt fólk til þess að lesa meira. Af því að það er svo ótrúlega mikið annað sem að er endalaust að vinna athygli okkar og að berjast fyrir athygli okkar. Þannig svona, ég er ekki að segja eitthvað vitlaus hugsun, ég bara svona velti fyrir mig hvort það sé úrelt út af þessari ástæðu. Að þú ert með svo mikið sem er að berjast athyglinni þarna. Ekki kannski úrelt, þú veist, það væri ákveðin uppgjöf kannski að hugsa þannig. Þannig að þú veist, það hlýtur að vera hægt að sporna við þróuninni með ýmsum ráðum og mér finnst alveg við eigum að halda áfram að gera það. Hvort það hægt að borga einhverjum áhrifavöldum, ég veit það ekki, kannski myndi það skipta einhverjum máli en kannski líka mjög algengt að áhrifavaldar séu að höfða til bæði Íslendinga og kannski líka ofta að tala við annað fólk heldur en bara Íslendinga. Nei, þá meina ég kannski svona íslenska áhrifavalda sem tala íslensku inn á netinu. Já. Að fá þá til þess að Já, tala bara betri. Ekki, þú veist, setja inn texta inn á samfélagsmiðlana sína að þegar þú veist oft eru svona texti undir. Já. Mér finnst bara oft sér maður að það er bara vitlaust beygt og vitlaust skrifað og alls konar. En ég velti fyrir mig hvort að það myndi geta haft einhver áhrif. Fá okkur smá hvatapeninga fyrir ef þú skrifar og gerir rétt og talar rétt og reynir að hvetja ungt fólk til þess að tala rétt þá getur þú fengið einhver smá hvatapeninga. Hvað finnst þér þá hugmynd? Mér finnst það ekkert alveg fráleit sko. Nei, það var alveg þess virði kannski að gera ykkur tilraun með það. Já, berið undir nefnd. Það var skemmtilegt. Þetta var tilvílunarkennda hugmynd dagsins. Já. Sem var ekki bara undirbúin, alls ekki. En já, ok, nokkra fleiri hvort myndur þú frekar spurningar. Hvort myndur þú frekar banna öll ensk sletti orð, var ég búin að segja það, í 1 ár, eða banna öll nýyrði í 1 ár? Já, ég held þú að spyrja einhverju svipuðu sko. Ég myndi allavega að þá frekar taka út sletturnar. Sletturnar eru farnar. Já. Hvað er þetta? Nú er ég með hérna iPad, snjall. Heitir það eitthvað annað en iPad? Spjaldtölva? Spjaldtölva, já. Já. Er eitthvað svona nýyrði sem þér finnst vera sérstaklega vel heppnað? Ég vildi ég hefði betra minni, sko. En áttu eitthvað uppáhalds íslenskt orð? Það eru náttúrulega mörg alveg svakalega falleg íslensk orð, sko. Ljósmóðir er mjög fallegt orð. Það var örugglega bara kosið annarkvort númer 1 eða allavega mjög óvarlega þegar að vera að kjósa fallegasta íslenska orði fyrir nokkrum árum. Já, ég held það. Já, mér finnst það alveg einstaklega fallegt og bara svona mörg orð sem eru með einhverju sem er fallegt, þú veist, eins og ljós eða kærleika eða, já, það er bara eitthvað svona sem hefur að gera með bara jákvæða hluti eða tilfinningar, finnst mér oft mjög fallega orð. Já, kannski er svarið ekki annarkvort eða, kannski er tungumál flóknar en svo að við getum sagt að annarkvort að við
ættum að hætta að taka öll tökuorð og hætta að tala pæli í íslenskunni eða hætta að passa íslenskuna, kannski er þetta aðeins flóknara en svo og auðvitað þurfa tungumál að þróast Já. og þú veist en þau þurfa líka fólk sem að nennir að nota þau. Já, algjörlega og það þarf einhvern veginn að þróast með tíðarandanum og með samfélaginu en ég myndi allavega að segja að við ættum að svona halda áfram á svipari braut og við höfum verið með það að gera allavega halda áfram að búa til íslensk orði við hluti og svona sumi eru bara vel heppnuð og verða bara hluti af málinu önnur misjafnast, samanber, flatbakan og pizzan en já, ég held að við ættum að vera áfram meðvituð að halda tungumálinu lifandi og svona hlúa að því eins og við getum held að það sé betra fyrir okkur til lengri tíma litið Endilega segja okkur í athugasendum hvort þið myndu frekar halda í íslenskuna eins og hún eða leyfa hana að þróast frjálslega með öðrum tungumálum og tökuorðum og þessar aldur. En bara takk kærlega fyrir komuna, Guðbjörg, og takk fyrir að hlusta. Er ykkur loka orð? Bara takk kærlega fyrir að bjóða mér. Það var bara mjög skemmtilegt. Okay. Jú, margt sem ég er búin að hugsa sem ég var kannski ekki endilega að pæla í. Maður er meðvitaður tungumálið og ég bara hvet alla til þess að halda áfram að hugsa vel íslenskun okkar. Hún er mikilvæg. Takk. Og við sjáumst í næsta þætti. Þangað til næst.